Markaðssóknin árið 2023 var skemmtileg. Hún tengist okkar áhersluverkefnum vissulega, en svo verður svona ákveðnar breytingar á. Við sóttum á frekar marga markaði og einnig sjá áherslur í tengslum við flugið. Mid-Atlantic kom aftur, mannamót stækka og stækka að venju og gaman að segja frá því að mannamót eru komin á þann stað að árið 2024 var svo ferðaþjónustu vika, þar sem að mannamót var í rauninni endapunkturinn. En í tengslu við sérverkefnin okkar þá höldum við áfram að sækja. Birding Iceland verkefnið heldur áfram að vaxa og innviðaverkefnin þeim fjölgar. Við sjáum fuglastíga sem hafa rísað á Norðausturlandi. Þeir eru líka að rísa í Eyjafirði og einnig fyrir vestan. Með okkar þá getum við mælt það á skíðalegu til dæmis í Hlíðarfjalli að hún er að aukast til erlendra ferðamanna og það er í ákveð þróun. Það er eitthvað sem við höfum stefnt að lengi. Einnig höfum við haldið árlega ferð, skíðaferð og einnig tekið á móti blaðamönnum og þetta allt saman heldur áfram að vinna í tengslum við áherslurnar okkar. Þegar tilkynnt var að EasyJet myndi hefja flug til Akureyrar þá að sjálfsögðu þurfti markaðsstofan að leggjast í mikla vinnu, bæði með opinberum aðilum, fyrirtækjum og einstaklingum. Og til þess að draga það svolítið saman þá er gaman að nefna nokkur atriði. Eitt af því var að vinna með Nature Direct verkefninu sem að stuðlar að millilandaflugi Akureyrar og Egilsstaðaflugvöll. Í gegnum það verkefni fengum við Chris Hagan til liðs við okkur. Hann var okkar tengilegur út af Bretlandsmarkaði, sótti skrifstofur heim og tók þátt í vinnustofum fyrir okkur hönd. Ásamt því að við sóttum sjálf ýmsa viðburði og vorum að taka á móti fólki hér inn á svæðinu og einnig að sækja það heim til sín eða til Bretlands. Við unnum bæði með stórum ferðaskrifstofum og litlum á Bretlandseyjum, unnum einnig með samtökum sem eru þá bæði að kynna áfangastaðinn og selja hann og svo var farið í vissa vöruþróun á svæðinu. Öll þessi vinna heldur áfram, enda er þetta allt saman eitthvað sem tengist langtíma markmiðum. Við erum að horfa til þess að Bretland verði kjölfestur markaður hjá okkur að vetri til og til þess að það geti gerst þá þurfum við að halda góðu sambandi á milli okkar og breska markaðarins og þá við okkur og sjálfsögðu okkar fyrirtæki líka. Árlegu verkefnin okkar eru alltaf gríðarlega mikilvæg. Í ár hófum við aftur að bjóða upp á famferðir til Norðurlands þar sem að fólk getur komið og upplifað Norðurland og séð í rauninni allar þær frábæru vörur sem eru hér, bæði þá grósku í nýsköpun og einnig gamlar og rótgrónar vörur sem að skipta okkur miklu máli. Forsenda fyrir því að byrja aftur með innlendar kynnisferðir eða famferðir eru meðal annars þær að umhverfið hefur svolítið breyst. Eftir heimsfaraldur þá hefur orðið mikil endurnýjun í greininni og þá sáum við tækifæri til þess að hitta nýja aðila og kynna þá fyrir Norðurlandi. Við ætlum að halda áfram með þetta verkefni, vissulega. Við tókum þátt í Iceland Travel Tech fyrir hönd ferðamálastofu, vorum þar framkvæmdaraðili sem var einstaklega skemmtilegt og svo erum við einnig að sjálfsögðu til dæmis með okkar árlegu uppskeruhátíð sem fór fram á Blönduósi að þessu sinni og það er verkefni þar sem við sýnum hvernig samstarfið skín í gegn. Það er svo mikilvægt fyrir okkur öll sem að hér störfum að hitta hvort annað, fræðast, læra eitthvað nýtt svo við getum sagt betur frá þessum frábæru vörum og unnið saman að því að efla áfangastaðinn Norðurland.